Efnin sem við ætlum að búa til og greina í mismunandi kerfum að þau geti virkað sem lyf og þá munu þau geta virkað gegn ýmsum gerðum af sýkingum, meðal annars gegn bakteríum sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Þessi styrkur gefur okkur tækifæri til að kanna notkun efnanna í mun víðara samhengi. Og þá erum við að skoða, við erum að leggja meiri áherslu á sýkingar af bæði bakteríusýkingar en líka sveppasýkingar sem eru mikið vandamál, almennt og yfirleitt, veirusýkingar og eins bólgusjúkdóma í meltingarvegi í þekjunni. Það fyrsta sem að bakteríurnar sjá þekjan og við höfum verið að greina varnir, þetta grunnvarnarkerfi sem allstaðar til, á sér langa þróunarsögu og í þekju og átfrumum og það sem við höfum verið að greina eru boðleiðir, viðtakar og hvernig kveikt á þessu og nú erum við búin að finna efni og efnaflokk sem örvar þetta kerfi. Bakteríurnar geta bælta og við kveikjum á því tilbaka og þetta kerfi sem vinnur við það að útrýma bakteríum. Sko, í fyrsta lagi þetta að nota þetta lyf með sýklalyfjunum og þar með minnka notkun þeirra, minni skammta, nota okkar lyf með. Í öðru lagi getur lyfir hreinlega komið í staðinn fyrir sýklalyf. Ekki það að sýklalyfin eru frábær lyf, en bakteríurnar eru orðnar ónæmar. Og menn að búast við að næsti faraldur, jável, eða næstu faraldrar gætu orðið bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Þetta mun líka koma í veg fyrir þessar aukaverkanir sem eru af sýklalyfjanotkun, því það ekki bara sýklalyfjaónæmi sem vandamál við sýklalyf. Sýklalyfin þau bæla nákvæmlega þetta kerfi sem Guðmundur hefur að rannsaka. Þetta kerfi sem vinnur við það að útrýma bakteríum og þar með ráðast þær ekki inn í kerfið. Og við viljum erum eiginlega að hámarka efni, við ætlum að búa til mjög mörg efni, það gengur styrkurinn út á, með færustu sérfræðingum í Evrópu. Og ég held að ef þú horfir á alla kennitölur varðandi svona kjarnafærni Íslendinga, að þá líftækni efst á blaði, kannski fyrir utan fiskveiðar og slíkt, en ég sannfærður það að við erum mikið inni í lyfjaþróun á Íslandi, í frumlyfjaþróun.